Sælverið, í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur fljótlega hvernig þið getið búið til línurit í Excel og síðan nota það línurit til þess að finna hallatölu af beinni línu. Nú hér hef ég sett inn gögn sem ég ætla að nota til þess að búið til línuritið. En þegar þið setjið ykkar eigin tölur inn í Excel, þá skulið passa það að tölunar sem eiga að vera x-ás þurfa að vera staðsettar vinstra megin við tölunar sem eru á y-ás. Nú, þegar þetta er komið, þá einfaldlega vel ég tölunar sem ég ætla að nota til þess að búið til línuritið, fer svo hér í Insert og í Charts og vel Skattir. Þá fæ ég þetta hér upp og hér er þá komið með graf, þar sem er þá með 5 punktum sem eru í gegnasætinu mínu. Og til að búið svo til línu, til þess að finna hallatölu línunar, þá einfaldlega ýti ég á einn punktinn og hægri smelli svo og vel hér Add Trendline. Við það kemur þessi hér glukki upp og það sem við þurfum að gera er að smetla bara hér á Display Equation on Chart og þá er ég komið með jöfnu línunar. Og ég vil kannski hafa hana með fleiri aukastöfum og til þess að gera það þá fer ég hér yfir í Label Options og vel hér Scientific og Decimal Places, vel kannski segjum bara 3 og þá sjáum við að hér er það komið með jöfnu línunar þar sem hún er sýnd á staðalformi og við skulum stækka þetta með því að gera svona nokkur sinnum og sjá þetta betur og það sem þetta þýðir er það að y er þá jafnt á 2,484 sinnum 10 í -4 veldi. Þetta stóra hérna táknar sinnum 10 í veldum því sem kemur fyrir aftan í Excel og það er síðan sinnum x sem er þá og þetta stærðin okkar í línunni pluss 2,200 sinnum 10 í -5 veldi sem er þá skurðpunkturinn hér við y-ás. Og það sem ég get líka gert er þá til dæmis að skýra línuritið, en við skulum kalla það til dæmis bara línurit. Og ef ég vil fá merkingu á x-ásinn og y-ásinn, þá fer ég hér upp í Add Chart Element, fer í Axis Titles og vel Primary Horizontal og svo aftur Primary Vertical. Og þá get ég síðan notað sem sé smelt bara hér á og þá get ég sett einhvers konar nöfn á þessa 2 ása eftir því sem að á þarf að halda. En svo einfalt var þetta og nú ætti þið að geta auðveldlega búið til línurit í Excel og nota það til þess að finna hallatölu af beinni línu.